Góðan dag og verið velkomin í oddvita kappræður Morgunblaðsins og mbl.is. Það líður að kosningum, það eru alveg rétt handa við hornið og í dag þá ætlum við að taka oddvita úr Garðabæ sem er eitt mest ört vaxandi sveitarfélag landsins á undanförnum árum. Vandamálin þau náttúrulega eru til staðar við slíkt en tækifærin blasa sömuleiðis líka við. Með mér er Stefán Einar Stefánsson og við ætlum að spyrja þessa oddvita út úr. Hefur að kynna frambjóðendur? Það ekki. Það eru 6 frambjóðendur eins og hefur komið fram víða. Fyrir Samfylkingu er það Kjartan Atli Kjartansson, fyrir Framsóknarflokk er það Hlynur Bæringsson, Guðlaugur Kristmundsson kemur hér fyrir hönd Viðreisnar, fyrir hönd Sjálfstæðisflokks Almar Guðmundsson, Lárus Guðmundsson fyrir Miðflokkinn og fyrir hönd Garðabæjarlistans er það oddvitinn Þorbjörg Þorvaldsdóttir. Velkomin að sömur. Takk fyrir. Takk fyrir. Við ætlum að fara í kynningu á frambjóðendum, er það ekki? Já, við. Já. Skulum bara eftir að þeim að gera það. Já, ég heiti Kjartan Atli Kjartansson, ég er oddviti Samfylkingarinnar, gaman að koma hingað í hádegismóa og gott starf sem þið hafið unnið að fara hringinn í kringum landi í þá lýðræðis, gaman að hitta þessa mætu oddvita, við erum nú verið að takast á öðrum vígstöðum líka og þetta er bara búið að vera hrikalega skemmtileg kosningabarátta. Við í Samfylkingunni hugsum á breiddina, við viljum samt sem að sérstaklega forgangsraði þá barnafjölskyldna eldri Garðbæinga. Við erum að fókusera á skólamálin í Garðabæ, við viljum sterkt atvinnulíf og okkur þykir vænt Garðabæ, við erum mikið metnað fyrir Garðabæ. Ok, já, ég heiti Hlynur Bæringsson, ég leiði öflugan lista Framsóknar í Garðabæ, leiði þar öflugt fólk sem að vinna baki brotnið fyrir framboðið. Í grunninn er ég landsbyggðarmaður, búsettur í Garðabæ í 10 ár, fyrst inn í Ásum og núna síðustu 3 mánuði á Álftanesi. Og eins og oft hjá Framsókn er kjarninn í okkar málefnum er lýðheilsa og fjölskylda og svona þessi samfélag innan samfélagsins sem að ramma inn lífið. Við höfum bent á ýmis atriði í kosningabaráttunni en ég verði eiginlega að fá að taka undir með Kjartani til það er ekki dónalegur, það er auðvitað gaman að vera með ykkur tveimur herramönnum og þessu fólki sem ég er búin að hitta eða sumir segja of oft undanferði en ég ekki komið leið á þeim, þessu góða fólki. Þannig að ég bara hlakka til umræðunnar. Guðlaugur. Já, takk fyrir boðið hingað og gaman að hitta ykkur all. Ég heiti Guðlaugur, ég er oddviti Viðreisnar í Garðabæ. Ég er 2 barna faðir og bý með mannum mínum ásamt hundi og ketti. Ég hef undanfarin 10 ár verið formaður félags fósturforeldra og það hefur svona verið svolítið minn tími hefur farið í það og ég starfa sem stjórnandi í atvinnulífinu og búin að gera það í 15 ár. Og svo ég byrjaði í pólitík í Garðabæ 2018 og þetta er svona mína 3. kosningabarátta sem ég fer í núna og hittir kjósendur og íbúa í Garðabæ til þess að ræða málefni samfélagsins. Viðreisn í Garðabæ og ég tók þátt í stofnun Viðreisnar í Garðabæ fyrir 8 árum og þetta er bara ört vaxandi hópur. Við höfum sagt svona oft bæði í gríni og alvöru að vagga Viðreisnar er í Garðabæ. Þú veist, hugmyndafræði Viðreisnar á góðan jarðveg í bænum og hugmyndur okkar hvernig á að reka samfélag fær góða viðtökur. Almar. Já, takk fyrir boðið, gaman að vera með ykkur bæði stjórnendum og kollegum mínum hérna á oddvitunum. Ég er Almar Guðmundsson og er oddviti Sjálfstæðisflokksins. Maður byrja nú auðvitað að segja að ég er búinn að búa í þessum fagra bæ lengi og ólst þar upp og er fjölskyldumaður með börn á ýmsum aldri, fullorðin börn og 1 barnabarn í bænum. Nú við sjálfstæðismenn göngum auðvitað bara keikir til kosningana. Við byggjum auðvitað á þeim árangri sem við höfum náð í bænum, bæði varðandi uppbyggingu. Við erum með skólamál í bænum, hvort sem við horfum á leikskólamál eða grunnskólamál í mjög góðu horfi og það þarf alltaf að halda áfram og það er það sem Garðbæingar hafa síð okkur gera, að við bætum alltaf ofan á það sem við erum að fást við. Mér finnst hinnir eldri í bænum verðskulda kannski hluta af mínum inngangsorðum. Þar höfum við verið að leggja mikið á okkur í að bæta þjónustuna, efla félagsstarf, byggja upp nýjar félagsmiðstöðvar fyrir þann vaxandi hóp sem er okkur mjög mikilvægur. En fyrst og síðast snýst þetta líka þjónustuna gagnvart bæjarbúum. Bæjarbúar svara könnunum vel og eru ánægðir. Það er ekkert sem við tökum sem keppni. Það þarf alltaf að halda áfram að bæta í. Lárus. Lárus Guðmundsson heiti ég og er oddviti Miðflokksins í Garðabæ. Ég er fjölskyldumaður, 2 barna faðir, giftur og 5 barnabörn og lífið mitt snýst að búa í haginn fyrir þau til framtíðar. Og það ýmis mál sem við þurfum að gera betur
Við þurfum að tækla skólamálin miklu betur. Við þurfum að breyta umferðarflæðinu í bænum og hætta þessu borgarlínutali og við þurfum að styrkja gamla fólki og svo eitt sem við leggjum fram núna á þessum tímapunkti, það að byggja fleiri íbúðir fyrir aldraða, unga fólki 60 til 80 fermetra í Arnarlandinu. Og svo ég vil nefna það, ég stofnaði knattspyrnufélag Garðabæjar, vann þar í sjálfboðavinnu í 12 ár við að keyra á rútuna, þjálfa drengina og reka félagið. Og í gegnum þetta kerfi mitt hafa farið svona 700-800 drengir. Takk fyrir mig. Þorbjörg. Já, ég heiti Þorbjörg Þorvaldsdóttir og ég Oddviti Garðabæjarlistans. Ég 36 ára, á 2 börn, 6 og 10 ára og gift Silju Ýr S. Leifsdóttur, lífundafræðingi. Ég uppalin í bænum, svona mestu leyti. Ég gleymi alltaf að nefna það en ég ætla að nefna það núna. Áherslur Garðabæjarlistans snúast svona fyrst og fremst það að við búum til samfélag þar sem að hvert og eitt okkar fær að blómstra. Við viljum byggja upp húsnæði fyrir alla hópa samfélagsins. Við viljum bara efla svona líka þessa samfélagslegu staði, samfélagslega mikilvægu staði eins og sundlaugarnar og bókasafnið. Við viljum byggja eða setja upp öfluga menningarmiðju þar sem að bókasafnið kjarninn. Við styðjum öfluga velferðarþjónustu og að mannréttindi fatlaðs fólks séu virt í hvívetna og erum heilt yfir svona flokkur fjölbreytileika í víðum skilningi, fjölbreytileika í húsnæðisuppbyggingu, í samgöngum og bara í samfélaginu yfir höfuð. Takk að kjærlega fyrir. Við skulum bara hita ykkur svolítið upp við að fara í hraðaspurningar. Hvernig líst ykkur á það? Mjög vel. Skemmtilegt. Við ykkur að svara stutt og snart, helst bara já eða nei. Það bara í boði já og nei. Það nákvæmlega þannig. Þetta eru 4 spurningar. Við leggjum þessar 4 spurningar fyrir hvert og eitt ykkar. Þannig að við leggjum 4 spurningar fyrir þig Þorbjörg til að byrja með og svo förum við koll á kolli. Og fyrsta spurningin einfallega þessi, óbreytt borgarlína. Já. Útilokar samstarf við einhver flokk? Já. Ef svo hver það? Miðflokkin. En ætlið að lækka fasteignagjöld? Nei. Hefur Garðabæjar vaxið og hratt að ykkar mati? Nei. Þá það Lárus, óbreytt borgarlína? Nei, við erum á móti, nei. Nei. Útilokið þið samstarf við einhvern flokk? Já. Hvaða flokkur það? Garðabæjarlistan. Þá liggur það fyrir. Ætlið að lækka fasteignagjöld? Nei. En hefur Garðabæjar vaxið og hratt? Já. Almar, óbreytt borgarlína? Já, en Garðabæjar með skipulagsvaldið. Útilokið þið samstarf við einhvern flokk? Nei. Og ætlið þið að lækka fasteignagjöldin? Já, eins og við höfum gert. En hefur Garðabæjar vaxið og hratt? Nei. Þá förum við hér á Guðlaugu, óbreytt borgarlína? Já. Útilokið þið samstarf við einhvern flokk? Nei. Ætlið þið að lækka fasteignagjöldin? Já. Og hefur Garðabæjar vaxið og hratt? Nei. Hlynur, óbreytt borgarlína? Nei. Útilokið þið samstarf við einhvern flokk? Nei. Ætlið þið að lækka fasteignagjöld? Nei. Og hefur Garðabæjar vaxið og hratt? Nei, ég enda mjög jákvæður þó þetta bara verið nei. Kjartan Atli, óbreytt borgarlína? Já. Útilokið þið samstarf við einhvern flokk? Nei, getum vinnum með öllu. Ætlið þið að lækka fasteignagjöldin? Skoðum það, nei núna en tilbúin að skoða. En hefur bærinn vaxið og hratt? Nei. Þá liggja þessar spurningar fyrir. Þættinum hins vegar hvergi nær lokið. Þá ætlum hins vegar að stökkva í örstutt auglýsingahlé. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Þú færð alvöru verkfæri hjá verkfærasölunni. Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ. Verkfærasalan. Þú færð saltvatspottana frá Master Spas hjá Ofnasmiðju Reykjavíkur, Vagnhöfða 11.
Velkomin aftur í Oddvita kappræður í Garðabæ. Við vorum að fá hérna hraðaspurningar og fengum nú bara nokkuð svona hressileg svör í því, en það kannski rétt að byrja á þér, Almar, bæjarstjórinn, að sko það kom fram hérna að Garðabær hann hefði vaxið hratt. Fæstur nú á því að hann hefði vaxið of hratt, en þetta hefur ekki verið vandalaust. Nei, vöxtur í sveitarfélagi eins og Garðabæ alltaf svona ábyrgðar hlutur, það þarf að gera þetta vel og við erum auðvitað gríðarlega ánægð með að okkur tekst bæði að viðhalda þjónustunni og bæta hana fyrir þá sem fyrir í bænum og svo verðum við alveg áþreifanlega vör við það að nýja fólkið okkar, ekki síst ungt fólk með börn á leikskóla og skólaaldri, að þau eru ánægð. Það hins vegar þannig að það þarf alltaf að halda áfram og í núinu hætt við því að fólk horfi á hlutina eins og hann Ég mjög fókuserað til dæmis á það að kynna fyrir íbúum framtíðarsýn okkar í Hnoðraholti. Þar erum við að fara í mjög öfluga uppbyggingu á sérbýli í sunnanverðu holtinu sem eiginlega sá staður í Garðabæ sem að fólk hefur beðið eftir hvað lengst að verði byggður upp. Og þá náum við mjög heildstæðu og fjölbreyttu hverfi þar og erum þarna með íþróttamiðstöðina Miðgarð og erum að fara í skólauppbyggingu og fleira. Lárus, þú talar uppbyggingu, frekar uppbyggingu, sérstaklega fyrir tiltekna hópa, minni og smærri íbúðir. Það hefur verið áhersla á það í kringum Urriðaholtið, það hefur breytt á lítið samsetningu bæjarfélagsins. Hvar viljið þið gera þetta og í hvað? Við viljum gera þetta í Arnarlandinu. Almar sagði við mig daginn hérna einu þættinum að þú eru að kynna þessi mál betur. Við fórum í það. Við fórum og hittum forstjóra verktakafyrirtækisins og hans hægri og vinstri hönd. Við fórum yfir málið. Við viljum smærri íbúðir í þessum kjarna og við á þessum fundi í stuttu máli komumst að þeirri niðurstöðu að það veri mjög auðvelt á þess að breyta skipulaginu að búa til töluverðan fjölda af minni íbúðum og þá ég að tala 60 til 80 fermetra sem mæta þörfum unga fólksins og mæta þörfum eldra fólksins. En mér skilst á þeim að til þess að koma þessi framkvæmd þá þurfi breyta afstöðu hjá Almari og bæjarstjórninni. Þorbjörg, þú myndist eitt ósvipaða á það þyrfti uppbyggingu fyrir bæði aldna og unga. Hvar viltu gera það? Hvar? Já. Mér langar kannski fyrsta lagi að benda á að við höfum verið í mikilli uppbyggingu og þar finnst mér við hafa mist af tækifærum til þess að byggja fyrir alla hópa, til þess að byggja í samstarfi við búsetaréttarfélög til dæmis og leigufélög sem að starfa án hagnaðarsjónarmiða. En ég meina það hægt að byggja þetta í raun og veru hvar sem Eitt af því sem að við erum til dæmis höfum við nefnt iðnaðarhverfið í Búðum. Það auðvitað bara svolítið svona framtíðardæmi, tekur tíma að vinna breyttu skipulagi þar. En ég held að við getum gert þetta í raun og veru hvar sem Mér finnst til dæmis mjög skrítin þessi áhersla Sjálfstæðisflokksins á að byggja upp sérbýli í suðurhlíð Hnoðraholts. Það síðasta suðurhlíðin sem við höfum yfir að ráða og ég skil ekki af hverju það má ekki vera blöndubyggð. Garðabæjarlistinn vill almennt að byggð sé blönduð og það séu mismunandi stærðir af íbúðum á svipuðum slóðum og akkurat þarna þætti mér bara mjög eðlilegt að þessi byggð væri blönduð og að fólk í fjölbýli fái líka njóta þess að búa í suðurhlíð. En fyrir ungt fólk að það skiptir einmitt miklu máli að byggja mjög smátt, jafnvel smærra en það sem að Lárus að tala Heyrist mér rétt að þú sért eða þið séu að leggja sérstaka áherslu á það að auka veg félagslega kerfisins í húsnæðismálum? Já, við leggjum áherslu á það, almenna kerfisins, almenna íbúðakerfisins. Við höfum lagt fram tillögur það til dæmis í bæjarstjórn að við göngum til samninga við ríkið það að byggja upp meira innan almenna kerfisins og því hefur verið hafnað. Það greinir okkur bara á hlutina. Hlynur, þú ert á Álftanesinu, þekkir það svæði vel. Þar hefur mikil uppbygging verið maður sér það svæði breytast mikið. Hvar viljið þið auka við byggingamagnið og viljið þið fara að svipaða leið varðandi almenna kerfi þar að segja leiguhúsnæði sem að keyrt áfram með þessum óhagnaðardrifnu félögum? Já, einhverju reyndi. Fyrst alveg, ég vil nú ekki vera að skreita með stólnum fjöðrum. Ég hef búið hérna í 3-4 mánuði og hefur verið frábært, þannig ég ennþá aðeins að kynnast í og svona taktinu þar. Já, lífið Garðabær ætti í meira lagi ætti hann að
endurspegla lífið eins og það og innan okkar samfélags eru einmitt aldraðir sem komast ekki, sem voru ekki inn á fasteignamarkaði og þurfa að vera á leigumarkaði sem hræðileg staða. Garðabær ætti að vera með fleiri þannig, sama með fatlaða. Það reynda nýbúið að opna nokkrar íbúðir fyrir þá, þannig sem gott. En í heild ætti að endurspegla lífið eins og það og það ég sé betra breyntla fyrir börnin okkar alast upp í þannig samfélagi. Þannig að heilt yfir, skipulagsmál eru þungi vöfum út af tíðum. Þau geta verið svolítið flókin og við höfum talað fyrir ferlinu sem allt og kostnaðarsamt og allt og langan tíma. En heilt yfir, ef ég geti bara fengið að raða upp svona minni útarbyggu, það það eitthvað svona blöndubyggð með grænusvæðum sem flestir, þéttara upp í stofnaðarnar, þar sem almenningssamgöngur eru kannski hvað mest notaðar og svo dreifðari kannski svona inn í hverfunum. En hérna, hvað sér þið? Þú hefur komið að skipulagsmálunum í Garðabæ fram að þessu. Hvað hafið þið gert á þeim tíma til þess að reyna að einfalda þetta kerfi? Hafið þið komið til? Nei, sko það, í raun og veru bara, bent á það, í raun og veru, en það með þetta og það alveg fleiri mál eins og með húsnæðismálin, þá væri ég alveg til í það að einn varabæjarfulltrúi og rekstursstjórninni gæti til dæmis laga verðbólguna eða skipulagsmálin. Þannig ég stundum, bara þessi ferli sem eru hjá ríkinu sem virðist bara vaksa út. Ég hef aldrei sagt í þessum þáttum sem alveg endanlega lausn á alveg öllu, en ég hugsa bara þegar við, og ég tala um þetta við Almar í einu þættinum, að ef við myndum bara rýna þetta alveg frá grunni, hægt að fækka fundunum eitthvað staðar? Einhver tækni sem getur hjálpað okkur? Þurfa að koma svona ofboðslega marga verkfræðistofur að hverju einasta máli? Því áður en að skóflustungan tekin, það búið rosalega mikið vinna og fara fram. Og ég ekkert að gera lítið því að skipulagsmál eru þannig það þarf að vanda til verka, það þarf að hugsa á þessum mörgum þáttum. Ég ekki að biðja það að ég taki upp hamarinn, það ekki fallegt, það kannski ekki gott heldur ef við förum einfalda hlutina og mikið. Ég bara pæli, þetta leið til þess að minnka kostnað áður við förum út í kerfið? Vegna þess að húsnæðismálin í landinu eru augljóst ekki bara okkur. Langstærsta málið verður auðvitað vextirnir og verðbólgan. Það gerir fólkinu erfitt og unga fólkinu erfitt að komast inn á markaðinn. Það verður langstærsta málið. Og ég get alveg talað um það, en ég veit ekki hvort ég eftirspurn eftir því, en við erum svona, það má ekki alveg gleymast, þetta verður aldrei bara Garðabær, öll þessi mál. Guðlaugur, það oflítið verið byggt í landinu síðustu ár, núna hins vegar stendur mikið auðu nýju dýru húsnæði tómt í Garðabæ, meðal annars í Urriðaholtinu eins og við þekkjum. Þú heyrir hér ólík sjónarmið frambjóðandana. Hvar liggur ykkar lína í þessu? Sko, þú nefnir Urriðaholti náttúrulega sérstaklega og það náttúrulega, það tóm rými þar. Það náttúrulega ákveðin tregi fyrir fólk, bæði að haldast þar og það umferðarmál sem eru vandi þar inn og út úr hverfinu og svo það náttúrulega bara, það hefur ekki byggst upp svo þjónusta í hverfinu sem vonir stóðu til. Það náttúrulega bara hverfið ekki fullbyggt, það ekki búið að klára það og það náttúrulega vandi. Áherslur okkar eru að í 20 ár búið að ræða við Garðbæingum það að búa til kjarna, búa til garðatorg og það alltaf hægt að skoða bara, skiptir ekki máli hvað flokka fara fram, það alltaf verið að tala um að búa til garðatorg og það ákveðin vonbrigði að þau sem að hafa sjálfstæðisflokkur sem búin að fara með völd hérna að í 20 ári alltaf búið að tala um að það búið til garðatorg. Í dag ennþá garðatorg bara bílastæði grátt og dregur ekki að sér fólk eða slíkt, bara nýverði erum við bara að byrja að sjá bara verslun og þjónustu þrífast þar. Við viljum svolítið fara að búa til þessa kjarna sem dregur að fólk og samveru fólks, verslun og viðskipti. Og við erum að fara í dag, Garðbæingar, við erum að fara í jólaþorpi í Hafnarfirði, við erum að fara í miðbæi Reykjavíkur til þess að fara út að borða og gera okkur dagamun. Þú talar um kjarna í fleirtölu. Hvar eiga þessi kjarnar að vera í sveitarfélaginu? Garðabær svo víðfeðmt sveitarfélag, allt frá Álftanessi upp í Urriðaholt og kjarnandi þurfa bara að vera mismunandi, þurfa að taka á sig hverfisbragð. Garðatorg þarf að vera ákveðin miðja. Þar þarf að vera verslun og þjónusta og þar þurfum við að geta verið með stóra viðburði án mikils tilkostnaðar. Við þurfum að fara að hugsa þar stærra og til lengri tíma og við þurfum að hafa samfélagi þar í kring með okkur og vera spennt fyrir framtíðarsíðan. Hvernig þetta að grafa niður bílastæðin eða búa til lystigarða fyrir ofan eða hvað? Já, það bara úrlausnarverkefni. Í dag erum við að horfa á, tillögur sem koma fram oft bara mjög afmarkaðar, byggja turn hér, en það ekki verið að horfa á svæðið í heild. Alltaf verið að fara í einhverja svona plástralausnir sem að íbúarnir verða ekkert spennti fyrir og fyrirtæki hafa ekki trú á svæðinu og komið sér ekki þar fyrir til þess að veita þjónustu. Garðbæingar vilja geta verslað heima og þau vilja geta skemmt sér heima hjá sér og geta búið til menningu. Aðrir kjarnar, Vífilsstaðir, það bara framundan bara blússandi tækifæri að byggja upp Vífilsstaði þar sem við svona ötum saman fólki og kaffihúsum og einhverju þjónustu og
Vífilsstaðir eru svona mikið og stórt kennileiti fyrir bæinn. Situr vel í landinu með gott útsýni, það þarf að passa þetta. En það bara 500 metrar á milli, eða 700 metrar á milli Vífilsstaða og síðan Garðatorgsins. Já, en ég ekki þess að segja það, hver kjarni þarf bara að hafa sinn blæ. Og það eru þetta bara svona með uppbyggingunum sem eru fyrirhugaður bæði í Vetrarmýri og í Hnoðraholti, þá alveg forsenda fyrir því að það sé einhvers konar þjónusta eða vettvangur til þess að fólk bara einkaframtakið geti sett upp, bara búið til einhverja viðburði og skapað eitthvað. Garðabær þarf ekki að gera allt, en Garðabær þarf að búa til rými til þess að einkaframtakið sjá tækifærin og fara af stað með hátíðahöld eða viðburði til þess að glæða menninguna í Garðabær lífi. Kjartan, með sama hætti, það eru margar tillögur hugmyndir sem að koma hér fram, kannski sérstaklega áhugasamur að heyra hvað þú hefur að segja varðandi almenna leigukerfið og þessi óhagnaðardrifnu félög sem að þinn flokkur hefur lagt mikla áherslu á. Sjáu þið mikil tækifæri þeirri uppbyggingu innan Garðabæjar? Ég held að það þurfa bara að byggja það upp samhliða öllu og skipulagsmál eru flókin. Maður náttúrulega koma nýr inn og er að kynna sér þetta. Skipulagsmál eru flókin og eins og Hlynur koma þá er þetta þungtferli. Talaðum að meðal meðgöngutími íbúða séu 18 ár, bara frá skipulagi til fullklárarar byggingar. Þannig að það þarf að hafa marga bolt á lofti, bæði, því að nú erum við svona í bletta umræðu, bæði þegar kemur að bara hvar við byggjum og við séum alltaf að hugsa fram í tíman og sömuleiðis þegar kemur að þessum óhagnaðardrifnu félögum, þegar kemur að búsetu fyrir eldri borgara, fyrir fatlaða, það þarf bara að taka þetta allt í að fötlu börn vera 18 ára í Garðabæ líka. Við getum gert betur í þessum á þessum vettvangi, en heilt yfir þá bara leggjum við áherslu á gagnadrifna uppbyggingu, bara hvar er húsnæðisþörfin. HMS er að taka þetta út reglulega og spurja fólk hvað viljið þið, og fólk vill svona nokkurn veginn það sama. Það vill yfirleitt snúa í suður, það vill vera í aðgengi við náttúruna, það vil geta lagt fyrir utan hjá sér og það vil gott birtust inn í íbúðunum, og íbúðuna geta verið minni en það þarf ekki að minnka íburðin. Þannig að ég held að þetta sé svona það sem við þurfum að horfa fram í tíman. Það eru stórar kynslóðar að eldast, eins og hefur komið fram í öllu ykkar spjalli við oddvita allt land. Þannig að við þurfum að taka þátt í því öllu saman. Almar, ég ætla einmitt að beina orðinu til þín. Hérna hefur komið ýmis gagnrýni, en að sumu leyti líka bara svona menn vilja laga einhverja tiltekna hluti og þessar hugmyndir eru ekki allar einhver fullkomlega framandi. Nei. En ef ég fæ að bregðast svona stuttlega við einhverju af því sem hér hefur komið fram, í fyrsta lagi, já, við erum stolt af því að reka séreignarstefnu í Garðabæ. Við höfum verið að byggja upp af krafti og boðið fólk velkomið, þannig að það geti eignast húsnæðið. Og húsnæðið er fjölbreytt, þannig að það mætir fjölbreyttum þörfum og það skiptir máli. Framundan er meiri áhersla á sérbíli heldur en hefur verið undanfarin ár í Garðabæ. Nú hér er rætt Garðatorg og Guðlaugur situr nú í skipulagsnefndinni, þannig að það er mjög áhugavert að heyra hvernig hann upplifir ferli sem hann hefur tekið þátt í. Og varðar auðvitað Garðatorg, það varðar Móahverfið og þetta er miklu stærra mál. Hann einhvern veginn í einhverju viðleitni reynir að gera lítið úr verkefninu. Við erum bara að skoða Garðatorgið heildstætt, við erum farin af stað. Þar er líf og fjör, þar eru blómleg fyrirtæki sem að lifa. Það var ekki staða fyrir 10-15 árum síðan, nú erum við komin á þennan stað. Þannig að við erum bara fókusirað á að klára Garðatorgið og það gengur vel og það er svo sannarlega hort í allar áttir þar, meðal annars að menningin, Jazzþorpið og allar hinar hátíðina sem við gleymum að tala því að við erum komin með vísi að aðventuhátíð og fleiru. Þetta er auðvitað smátt í sniðum ennþá, en það mun vaksa. Þetta byrjar alltaf á ákveðnum stað. Nú, varðandi Vífilsstaði, þar er ég deili því nú með Guðlaugi, ég sammála því að þar eru gríðarleg tækifæri, en það hefur við sannarlega verið að vinna í því. Ég setti af stað ferli fyrir 2 árum síðan, þar sem að við hvöttum fjármálaráðherrann og fjármálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið í ákveðna vinnu skipulag Vífilsstaða. Nú liggur fyrir að við erum að skipuleggja reitin umhverfis hið fræga fjós, sem er nú ekki vel útlítandi þessa mundir. Eigandinn, Íslenska ríkið, hefur ekki sinnt því nógu vel því miður, en góðu fréttirnar eru þær að Garðabær hefur haft forystu það að þetta umhverfi verði skipulagt og það felur í sér alveg gríðarleg tækifæri fyrir okkur.
Varðandi Urriðaholtið þá held ég að íbúarnir þar upplifi nú að svo þjónusta sem að sveitafélagið þarf að veita, hún svo sannarlega veitt þar. Það gengur mjög vel, hverfið mjög langt komið og ég hvet nú Garðbæinga sem aðra til þess að fara inn í hverfið til að upplifa það því að þar bæði töluvert af grænum svæðum, leiksvæði, þar eru fyrirbæri sem að þekkjast ekki alls staðar, bílastæði. Þannig að við erum stolt af Urriðaholtinu og það er fjölbreytt líka sem skiptir máli. Ég læt þetta nægja núna en það eru fleiri punktar sem hér á að falli sem ég kannski svara hér síðar í þættinu. Ég langar aðeins að bregðast við að því vorum að tala skipulagsferlið og svoleiðis, að því nú sittum við hlýðinu saman í skipulagsnefndinni og ég ætla aðeins að fá að segja bara, ég sé ekki sammála því sem að hlýðinu setur fram borð með skipulagsmálin og Almar baunaði svolítið aðeins á mig líka með það. Í skipulagsnefnd í minnihluta hefur maður ekkert dagskrárvald. Það eina sem maður hefur aðeins að rýna og það sem ég hef tekið alvarlega er að þegar það hafa komið umsagnir þá hefur hreinlega hringt í íbúa til þess að ræða við það að því fólk hefur yfirleitt það sem kemur fram í athugasemdum frá íbúum bara ég er andstæður þessari tillögu og það kemur svo ekkert annað fram og það kemur ekki fram nefnir í samtalum við íbúa. Já, en ertu sammála með að fara fyrir uppbyggingu Garðatorgi? Já, ok, hvernig uppbyggingu? Hvað það sem myndi gera þig spennandi? Ég er í þessu samtali, ég hef ekki séð Sjálfstæðisflokkinn fara í þetta samtal og eftir þessi samtöl þá bara sé ég og finn það að fólk vill auðvitað uppbyggingu á Garðatorgi. Fólk vill að 20 ára gömul loforð kjarna þar sem eru auðvitað, þarna eru fyrirtæki, þarna eru hátíðir, en það er ekkert aðlaðandi. Fólk fer ekki Garðatorg til þess að dvelja þar eða hittast nema einmitt til þess að hendast í búð eða til þess að fara á þá einhvern viðburð sem búið að taka einhvern tíma til þess að rigga upp, tekur einhverja daga að gera. Það er óásættanlegt að þurfa alltaf eitthvað fyrirtæki til þess að fólk vilji koma saman í Garðabæ og vera saman. Við erum að búið til samfélag. Í samfélagi þarf fólk að hittast og þekka hvert annað og í stækkandi bæ er þetta grundvallar atriði til þess að við varðveitum félagsauðin í bænum. Annars virki ekki félög eins og Stjarnan eða Læjan sjá okkur og svoleiðis. Nýliðun í þessum félagsskap mun ekki gerast nema við hugsum almannarýmin okkar. Það er greinilegt að ég starfa á Garðatorgi en ekki þú Guðlaugur, þarna nú miklu meira lífheldur þú lýsir og það verður að koma hérna fram að það hafa hundruður ef ekki þúsundir manna setið fundi skipulagsmál í Garðabæ og kjörtímabil. Við höfum unnið þetta mjög opið og hafðustu gagnrýnendur ýmissa mála hafa nú bara komið inn á skrifstofuna hjá mér og fengið áheyrn til þess að ræða málið, þannig að við höfum svo sannarlega unnið á þessum nótum. Þú nefnir að hvar fólk eigi að hittast í framtíðinni munum við öll hittast í borgarlínunni. Það er eitt stærsta skipulagsmálið sem við stöndum frammi fyrir, rekstramálefni líka fyrir sveitarfélögin og ríkið. Þorbjörg, þið eru hlynnt borgarlínunni. Hafið þið engar áhyggjur af því hvernig þetta verkefni er rekið áfram, hvernig kostnaður hefur rokið upp við fyrstu áfanga og hvernig menn virðast að miklu leyti verið myrkur það hvað reksturinn á þessu verkefni öllum mun kosta þegar upp er staðið? Ég hef ekki sérstakar áhyggjur af því. Nei, ég hef ekki sérstakar áhyggjur af því. Mér finnst auðvitað þarf að fara vel við almannfé. Það er ekki punkturinn hérna. En þetta er verkefni sem er bara svo rosalega mikilvægt að við verðum að standa vörð samgöngusáttmálann. Og því að borgarlínan, ef þú veist samgöngusáttmálann er náttúrulega meira heldur en borgarlínan. En af því þú nefndir með borgarlínu og það að við myndum hittast þar, ég upplifi þessa tilfinningu bara oft til dæmis í strætó. Ég held að hvergi annars staðar þá sjáum maður jafn mikinn þverskurð oft á samfélaginu. Maður hittir fólk sem maður myndi annars ekki hitta og maður sér fólk sem maður myndi annars ekki sjá af því að maður er ekki að sækja sömu staði. Þannig að í alvörunni þá eru almenningssamgöngur, þær eru til þess fallnar að ýta undir svona samfélagslega bara meðvitund. En geta einhver verkefni verið svo stór og svo mikilvæg að það skipta ekki máli hvað þau kosta, hvorki uppbyggingu? Nei, auðvitað ekki. Ég hef bara ekki áhyggjur af þessu tiltekna verkefni. Mér sýnist að vera í góðum farvegi. Það miðar nú samt miklu hægar heldur en að var stemt. Já. Og það eru vonbrigði. Á enginn þá að bera ábyrgð á því eða bara halda menn áfram að taka launin sín og... Ég vil bara keyra þetta í gang, keyra þetta verkefni áfram. Ég vil bara fá þær umbætur sem að samgöngusáttmálinn lofar Garðbæingum og ég vil fá þær í gegn.
Lárus? Ég alveg á öndverðu meiði við hana sko. Það eru 4% landsmanna sem nota borgarlínuna, almenningsvagna. Og markmiðið að ná þessu upp í einhverja 8-10%. Við viljum í miðflokknum vernda fjölskyldubílinn, þar að það sé ekki stöðugt vera að þrengja að honum. Og svo langar mig að tengja svolítið inn í til dæmis bæði eins og Álftanes, sem alltaf einhvern veginn út úr og afgangs. Og ég talaði við leikskólakennara þar í vikunni, hún sagði mér sko, við erum alltaf að reyna að fara með krakkana og leikskólanum með einhverja ferðir. Nei, þá eru bara svona 14 manna vagnar sem eru til sko notkunar og þeir rúma ekki þess að krakka. Þannig að Álftanes algjörlega hefti í samgöngunum, það vantar miklu fleiri ferðir þarna út eftir og það það sem við viljum fá fyrir peningin og ég ætla að benda á það. Frá 2019 hefur bæjarsjóður borgað 2 milljarða á ári inn í samgöngusáttmála og það á að vera alveg til 2040 og þá spyr ég, hvað hefur Garðabær fengið út úr þessu fram á þessu? Og svo held ég bara 2040 þá verður komnar einhverja miklu snjallari lausnir og þetta bara sóun á skattfé. Ef að taka línuna hér áfram? Já, borgarlínuna kannski. Sko, varðandi borgarlínuna þá alveg skýrt hjá okkur að við höfum skipulagsvaldi. Það ekki byrjað að byggja neitt upp í almenningssamgöngunum í Garðabæ. Við höfum mjög skýra sýn á það að það að gerast til hliðar og hafa ekki áhrif á þau umferðarmannvirki eða flæði umferðarna öðru leyti. Þetta skýrt. Ég deili áhyggjum þínum, Andrés, af rekstri á samgöngukerfinu. Ég held að það sé mjög ábyrgt á okkur að hugsa það. Ég og kollegarnir mínir svona á suðursvæði höfuðborgarsvæðisins lögum þetta svolítið inn við uppfærslu sáttmálans. Ég held að þetta skipti miklu máli og ég held að það sé brýnna að fara í akreinarnar heldur en að hugsa í einhverjum rosalega flottum biðstöðum og annað þess háttar sem kosta mikið. Ég held að það sé brýnna að koma kerfinu í gegn áður en við höldum lengra. Hér nú verið að ræða 2 milljarða á ári. Ég held að við þurfum nú að setjast yfir tölurnar saman, Lárus, á eftir. Ef ég man þetta rétt eftir minni, þá þetta 200 milljónir á ári sem við erum að leggja í sáttmálan. Auðvitað stöndum við að strætó og það einhverjar tæpar 600 milljónir sem Garðabær leggur til þar, meðal annars til þess að bæta samgöngurnar á milli bæjarhlutana sem við erum búin að gera. Nú keyrt á kvöldin sem ekki var áður. En varðandi almenningssamgöngumálin þá verðum við líka bara að hafa í huga svona ákveðinu raunsæi. Í fyrsta lagi erum við að glíma við það að það hefur verið algjört stopp í framkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu allt og lengi. Þannig að það ábyrgðar hluti á okkur að fara ekki að stoppa verkefni, til dæmis varðandi gatnamótin á Reykjanesbraut sem eru mjög mikið hagsmunamál fyrir Hafnfirðinga og Garðbæinga. Það myndi létta verulega á umferðartöfum til dæmis fyrir íbúa Urriðaholts, þannig að það skiptir miklu máli. En ertu bjartsýnn á það? Ég meina, við erum að sigla inn í efnahagslægð og ekkert lausir peningar það staðar, sko? Nei, ég nú bjartsýnn á, sko, sáttmálin, ég held að samgönguverkefnin sem varða bara umferðina sem slíka, ekki almenningssamgöngur. Það mjög mikilvægt að þessi verkefni haldi fram, þannig að það verið undirbúið þetta verkefni á kappi og ég vona að tímalínan í því haldi, það mikilvægt fyrir svæðið. En hafið þið sem að sitja við þetta borð, leiðtogar sveitarfélagana, hafið þið engar áhyggjur af því hvernig mál að þróast á milli sveitarfélagana? Nú allt í upplausn vegna Suðurlandsbrautarinnar, gríðarlega óánægja inn í Reykjavík hvað þau mál varðar. Kópavogur hefur verið að setja sín skilyrði gagnvart umferðarmannvirki sem liggja í gegnum Kársnesið og það tengist brúnni sem að tengist síðan inn í Vatnsmýrina. Undir niðri virðist hver höndin upp á móti annari. Já, sko, ég nú ekki sammála því að þessi hver höndin upp á móti annari, en auðvitað einkennist málið af því að skipulagsvaldið í hverju sveitarfélagi fyrir sig og því hún nefnir Suðurlandsbrautina, það held ég mál sem að mjög margir íbúar á höfuðborgarsvæðinu hreinlega ræðast. Og þess vegna verði ég að árétta, við myndum aldrei vinna svona í Garðabæ. Þetta ekki almenningsvagnkerfið sem við viljum byggja upp í okkar sveitarfélagi, vegna þess að það á að bæta við, þá ekki að þrengja að umferðinni sem fyrir hún mun síðan vaksa áfram líka, við verðum að hafa það í huga.
Guðlaugur, munum við hittast í borgarlínunni? Ég vona ég og þú hittast í borgarlínunni og við munum gera það. Ég sé ekki þessi vandamál sem eru dragið hérna fram bæði í Kópavogi og Reykjavík og þú veist svona umræðuna þar. Ég sé hann ekki gerast í Garðabæ vegna þess að við höfum bara meira landrými. Við erum ekki að horfa á sömu úrlausnarefni í Garðabæ að koma borgarlínunni fyrir í Garðabæ eins og annars staðar. En ég held eins og vera að Garðabæ sé í bestu stöðu til að geta nota borgarlínunni í framtíðinni. Bæði eru alls konar tækifæri, henni upplifa bara uppbyggingu í kringum borgarlínuna og hún fer í gegnum bæinn okkur og ég sé hana bara glæða okkur lífi og bjóða upp á svona alvöru valkosti í almenningssamgöngum. Þú sérð biðraðirnar sem eru á nánast hverju mótni hér á veturna í Garðabænum. Já, ég sé það, en rýmið fyrir borgarlínuna, við höfum landrými fyrir borgarlínuna, komin í fyrir sérrými án þess að þrengja að umferðinni í Garðabæ. Ég sé ekki að við sem að fara í eitthvað slíkt í Garðabæ. En hefur ekki áhyggjur af þessari stöðu í hinu sveitarfélögunum, sérstaklega Reykjavík, að auðvitað eru þessi umferðarmannvirki sem á að fara að reisa í Garðabænum samhangandi við flæðið síðan inn í borgina? Og ef að það allt í upplausn eins og stefnir í varðandi Suðurlandsbrautina, að þá mun þetta verkefni hiksta sennilega árum saman. Borgarlínan er auðvitað hluti af bara samgöngusáttmálanum og það er bara stærsta svona framsýnasta verkefni sem að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu með ríkinu hafa farið í og ég sé ekki að það hafa komið fram aðrar tillögur sem eru raunhæfar fyrir okkur að sækja. Þannig að meðan samgöngusáttmálinn stendur einhvern veginn óhikaður með það að vera besta lausnin, framsýnasta og öll sveitarfélög og ríki er að sameinast það að þá þurfum við bara að halda áfram veginn vegna þess að annars mun umferðarvandinn aukast. Þetta er eina raunhæfa lausnin á þeim umferðarvanda sem hefur komið fram og það er sátt hana með sveitarfélagana og ríkisins. Og það sem kemur afleiðingarna sem hafa líka þá að gerast núna hún er að neyða sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu til þess að hætta að vera með pólitískt skipaða nefnd yfir strætó. Og ég held að við sem ekki að skilja hvaða afleiðingar það hefur í för með sér. Sýnist þér að embættismannavaldinu hafi gengið svo vel að reka borgina? Nei, ég er að segja að það sem það er nú ekki það, en þú veist, þegar þú ferð með stjórnin við strætó, þar sem hver stjórnarmaður kemur frá sínu sveitarfélagi, auðvitað þá bara svolítið að horfa á sitt sveitarfélag. En þegar þú fær stjórn sem að sveitarfélagin sameinast að skipa í, að þá sú stjórn í heild að horfa á svæðið í heild. Og ég hef trú á því að þannig ná við betra flæði, af því að það er ekki þannig að Garðabær lifi í einhverju einangrun innan sinna bæjarmarka. Við erum að smitast yfir í hins sveitarfélaginu annarkvæmt að segja okkur verslun, þjónustu, heimsækja eða fara í vinnu. Og ef strætókerfið og almenningssamgöngurnar taka mið af því að þá hef ég mikla trú og ég held að svona stjórn og hún hætti að vera bara einhverju pólitíkusar heldur fólk sem að auðvitað svara til pólitíkurinnar. Hvernig á það að bera ábyrgð? Það hefur verið að kjósa á milli ykkar til þess að þið berið ábyrgð á því sem gerist. Ef þið ætli bara að framselja það til einhvers óskilgreinds vald sem að heilt yfir höfuðborgarsvæðið, ekki pólitískt, hver ber það ábyrgð? Ég spyr, hver borgar? Útskýrðu það fyrir mér, hver að fara að borga þess að 300 milljarða á verðið dagsins í dag sem verður eftir... Þú veist nálega hver borgar það eins og allar aðra framkvæmdir ríkisins, það er ég og þú. Akkurát. Já, það er gott að kunni vita ekki. Það er bara svo augljós svar, sorry. Í dag höfum við stjórn strætó, þar sem bara meiri hlutar í hverju sveitarfélagi hafa. Það er nú ekki meira ábyrgð en það. Ég sé engin ábyrgðakeðjan er svo sama. Eini munurinn er bara til hverja svarar. Þannig í stað þess að við í Garðabæ höfum bara einn stjórnarmann, þá getum við talað við heila stjórn. Hlynur, hvernig sérðu þetta fyrir þér? Ég er bara svo kurteis, þú baðst eitt orð á þetta borgarlínuna hérna í uppáhaldarins, það sagði nei. Og með því meinti ég styð samgöngusáttmálann. Og ég er búin að kynna mér vel og mér finnst þetta vera mjög bara metnaðfullt. En það sem ég sagði með neyinu mínu var að við verðum ennþá að gagnrýna að vera tilbúin að fara fram í ákveðnum hugmyndum. Bara í fyrstu sín til dæmis hljómar þetta á Suðurlandsbraut og lítur ekki vel út. Íbúar, fyrirtækjaeigendur í hverfinu bara eru mjög á móti þessu og það var þessi myndi minn inn í óbreyttri mynd. Varandi áætlunar auðvitað allstaðar með ríkinu þá hefur maður ágjörð því að þetta sé að fara fram úr fjárhagsáætlunum. Það virðist nú oft vera þannig. En þegar við horfum á þessa röð á hverjum einasta mótni, þá hljótum við líka að hugsa jú, það kostar eitthvað.
við hljótum hugsa bara hvað þetta fólk að gera? Erum við að nýta tíma þessa fólks sem best? Augljóslega ekki. En það var tekin meðvituð ákvörðun að hætta framkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu. Það var oddviti þíns flokks í ríkisstjórn sem að tók það ákvörðun og undirritaði samninga. Það er ekki stutt. Það sem ég vil segja, það sem ég vil bara segja að það virðist vera augljóst til þess að þetta gangi upp með að þetta fjölga svona mikið hver einustu viku bílunum hérna, okkur að fjölga. Við verðum einhvern veginn að auka hlutdeild almenningssamgangna. En almenningssamgöngur skilur þar eru þannig að þær verði ekki notað fyrir að verða þægilegri, sem þær ekki í dag. Þannig að verður að vera meiri í tíðinni, jafnvel einhver reyti gjaldfrástur í börn og ungmenni eins og við viljum. Þannig að þetta er svona, við bara verðum að gera, líka þegar við horfum erlendis, hvað eru skemmtilegustu borgirnar? Eru það þær sem bæta alltaf við akrein? Það eru þetta borgirnar þar sem er besta veðrið og við getum ekki breytt því. Síðan er annað, það er ekki, kosningalofur mér, er ekki að bæta veðrið, ég ræði ekki við það. En það væri, ég held að þetta er mikils unnist að líka við horfum á þetta, bara hugsið eitthvað tíma hversu mikið fjármunni tapast við þetta fólk sitja allan daginn. Það verður líka að horfa því að þessu auðvitað setja bara fram tölur, auðvitað hljóma 300 milljarðar eru þannig tala, ég tengi ekkert við þær, sko. Þetta er nánast bara einhver útópía, ég skil ekki, ég var alltaf svona tölur. Þannig að það er auðvitað að henda svona fram. En hugsiði líka margfeldið af tímalaunum þess að fólk sem situr fast í umferðinni. En hefur þú ekki áhyggjur af því að Landspítalinn átti að kosta 70 milljarða, stefnir núna í 200 milljarða, nú tala menn 300 milljarða í borgarlínu, þú upphæð hefur nær tvöfaldast, endar þetta ekki 600 eða 900 milljarða? Það er eftir með að segja, er þetta uppreiknað með verðbólgu? Það hefur meðal annars áhrif en kostnaðar. Það hlýtur að vera hluti af þessu, því ef þetta væri munurinn þá þurftum við nú að fara neyrir og sittast yfir með einhverju stjórnendum, en ég trúi ekki alveg að sé svona mikið munur. Auðvitað hef ég áhyggjur af því og þú getur eitthvað haft samúð með einhverju af því því það hafa verið utanaðkomandi aðstæður væntanlega inni hjá borginu og ríkinu, alveg svo Garðabæ. Þannig við getum eitthvað haft samúð fyrir því. En já, endilega, aðhald að öllum þessu fólki sem tekur þessar ákvarðanir, en bara aftur, til kjarna þetta, það bara er lífsnauðsynlegt fyrir okkur að auka þessa hlutdeild og það er enda það sem hefur kannski gleymst hérna er svolítið að þó ég sinni ekki mikið á hjólinu, þá er það sama. Það er komið nokkuð langt, bætum það aðgengi, gerum það betra, því að þá eru því fleiri sem fara að hjóla og inn í borg, ég ætla ekki að lofa að ég verði í borgarlínu, það verður bara meira pláss fyrir Lalla og fleiri til þess að keyra. Ég verð líklega með Lalla fyrir aftanan, skilurðu? Þú getur ekki lofa góðu veðri, en áttur að lofa okkur að geta hjólað þannig ársins hring, sko. Já, ekki fyrir mig og þig, Lalli. Við erum alveg hreinskilin með það. Ég er ekki að hjóla ársins hring. En það er fólk sem gerir það. En það er fólk sem gerir það. Þetta fólk sem gerir það, það hjálpar okkur sem að sitjum í bílunum. Ég á reynda rafvespu sem ég nota mikið. Kjartan Atli, borgarlínan. Sko, eins og ég kom á þá erum við fylgjandi borgarlínunni, en ég var nú svo heppinn að fara í FG og það sem að Fjölbrautaskólinn í Garðabæ kendi mér var mitt mikilvægasta veganesti inn í framtíðina, gagnrýnin hugsun. Og með gagnrýnin hugsun þurfum við alltaf að nálgast öll verkefni og mannanna verk má alltaf endurskoða. Við erum búin að tala um biðina og við erum búin að tala um kostnað. Þá bara langar mig að velta fyrir mig hvaða tölur höfum við, hvaða gögn höfum við. Kófi reiknaði út efnahagslegan ábata upp á 1140 milljarða vegna þessa verkefnis og það er alveg svona viðkvæmar forsendur inn í þeim útreikningum en það er allavega þær tölur sem við höfum til grundvallar og að biðin er dýr og fólk er þreytt á bíði umferðinni. Þessi fjölbreytileiki farakosta skiptir gríðarlegu máli og eins og Hlynur kom að þá verður meira pláss fyrir einkabílinn eða fjölskyldubílinn, hvernig sem fólk nálgast það hlaðna hugtak þegar borgarlínan verður til og ég held að þetta sé bara jákvætt. En Kjartan, ertu ekki smeykur við það því að þú nefnir forsendur að sko það séu kannski mjúkar tölur en það séu þó einhverja forsendur en er það ekki með stór hluti vandans að eins og þegar það farast af með borgarlínuna þá varum við að tala um að nýrði 50-60 milljarðar og hefur blásið út en þetta á ekki bara við borgarlínuna, þetta á við nánast allar opinberar framkvæmdir að það eru seldar ykkur pólitíkusunum á þeirri forsendu að þetta kosti svo mikið og svo kemur eitthvað allt annað í ljós. Þurfum við ekki að skoða það betur? Akkurat, algjörlega. Við erum að horfa í hverja krónu, við getum að horfa á uppbyggingu og svona, þetta léttlesta kerfi í Björgvin, Bergen, Óðinsvíum, Árhúsum sem að svona eru kannski einhver leyti svipar Bergen er nú held ég bara það sem gekk best, það sem að talsveit fleiri nota það kerfi en við þurfum að skoða kostnaðinn við það hvar fór það á sporinu, læra mistökum annarra, ég held að það sé mjög mikilvægt og fyrir mig eiga bara kjörni fulltrúar alltaf að vera
í hagsmunagæslu fyrir íbúana sína og það þýðir að við að horfa í krónuna sem við setjum í þetta en þetta stórhuga verkefni, þetta framsýnt verkefni með það í huga að leysa eitthvað flóknasta vandamál sem við stöndum frammi fyrir núna og við finnum fyrir á hverjum degi og það þarf að hugsa á breytina, við þurfum að fjölga kostum í umferðinni svo að það sé pláss fyrir alla umferðinni. Með yfir reynsluna af ákvörðunum að hætta öllum stórframkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu gegn því að stórauka framlög til strætó sem hefur ekki skilað neinum árangri, þá ekki endilega þannig að menn sé að taka réttar ákvarðanir þó það séu stórhuga. Nei, og algjörlega, og þetta bara eitthvað sem þarf að rýna en þetta eins og hefur komið fram hérna í máli annarra oddvita. Þetta verkefni sem á breiddina, þetta snýr líka að stofnvegaframkvæmdum hérna á höfuðborgarsvæðinu sem afar mikilvægt og við þurfum bara, ég vil bara keyra þetta aðeins áfram og með það fyrir augum að við þurfum alltaf að rýna hverja krónu sem fer í þetta. Já, en þú segir bæði að þurfa að keyra það áfram og að þurfa að rýna það. Ég held að kjósendur eigi að geta haft réttmæta væntingur að þið segir hvað þið viljið en ekki bara að þetta veri rýnt frekar og skoðað og ákveðið setna. Já, þetta þarf bara að gerast vandlega, það þarf bara að gera það, ég meina það bara getur vandlega en núna erum við einhvern veginn, það nýbúið að endurskoða þennan sáttmála, 1,5 ár, 2 ár síðan og ef við ætlum að vera stöðugt í þessu þá erum við að tefja ferlið, þannig að við þurfum að keyra þetta vandlega áfram. En ég skipta svolítið máli að þetta snýst svolítið hagsmunagæslu og þá skulum við hugsa höfuðborgarsvæðið og í árdaga eins og Stefán Einar lýsir hérna ágætlega þá var eingöngu fókusinn á almenningssamgöngur. Það sem breyttist síðan þegar að samgöngusáttmálinn eins og við köllum hann var til, það var fyrir atbeina sjálfstæðismann á höfuðborgarsvæðinu þar sem að við í rauninni kröfðust þess, það verður að huga að stofnvegaframkvæmdum. Og mér mjög það núna að þessar stofnvegaframkvæmdir þær njóti vafans og njóti framgangs vegna þess að það einfaldlega skuld. Þar verður við líka að gæta okkar vegna þess að niður á Alþingi það nú bara hreinlega þannig að það ákveðið drift í verkefni út á landi þannig að það mjög mikið hagsmunamál og Garðbæingar kjósum það líka hverjum treystir fólk til þess að gæta hagsmuna sveitarfélagsins gagnvart þeim vettvangi. Yfir í stóru málin, við vorum hér með hraðaspurningarnar áðan, mér langar til örstutt að fá á hreint hér, Þorbjörg, þú útilokar samstarf um Miðflokkinn, af hverju gerir þið það? Af því að mér finnst Miðflokkurinn ekki, bara ekki stjórntækur. Af hverju finnst þeim ekki stjórntækur? Vegna þess að þau eru meðal annars hafa sett sig upp á móti mannréttindum fólks. Að minnstu kosti alltaf með svona frekar óbeinum hætti en samt. Það útlendingaandúð og hinsegin-fóbía og alls konar svoleiðis hlutir sem að ég fíla ekki. Og svo fyrir utan náttúrulega við erum auðvitað bara í öllum grundvallaratriðum ósammála. Málefni Garðabæjar, það heyrist nú best hvernig við tölum borgarlínu. Lárus, þú kemur með skot á móti og útilokar samstarf við Garðabæjarlistan? Já, auðvitað gerum við það vegna þess að eina verkefnið hjá þeim að vera stöðugt að segja við séum á móti samkynhneigðu transfólki og við séum á móti félagslegri uppbyggingu og við séum bara á móti mannréttindum. Ég get alveg sagt ykkur það hér og nú að þetta ef ég nota svona orð, hauga líf. Við erum að vinna mannréttindum. Við viljum vernda landamæri, það alveg á hreinu. Við viljum ekki að fólk komi hérna óheft, leggist inn á velferðarkerfin okkar, vegna þess að allar tölur sýna það miklu hærri prósenta hælisleitenda og innflytjenda sem inn á stóðkerfunum okkar heldur en Íslendingar. Og hvað þýðir þetta? Þetta eru landsmálin, Lárus. Er þetta ekki óheppilegt að flokkar að framboðsvíu farin að útiloka hvert annað á sveitarstjórnarstiginu út af þessu? Nú kem ég að því. Við erum búin að fá inn í Garðabæ á undanförnum árum 300 hælisleitendur eða flóttamenn. Almar kallar ekki því nafni, hann kallar þetta umsækjendur alþjóðlega vernd. Þú mútt að leggja mér orðið mun en alltaf. Sem að fá stöðu, þetta fólk sem að fær stöðu flóttamann sem hefur komið inn í sveitarfélagið. Já, og við höfum tekið á móti 300 cirka og þetta og bein fjárhagsaðstoð við þessa flóttamenn nemur nú þegar 300 milljónum.
að aukir starfsmannakostnaður við þetta í Garðabæ einhvers staðar og yfir 70 milljónir síðustu 2-3 árum, þennan málaflokk. Nú máttu svara. Almar, hvernig ætlar þú að útiloka í þessu sambandi? Ég ætla nú ekki að útiloka neitt, en við skulum hafa þessa umræðu á réttum stað. Hælisleitendur hugtak sem notað yfir fólk sem ekki ennþá komið með leyfi til að dvelja í landinu. Það samið þetta við sveitarfélög. Garðabær hefur aldrei verið í þeim hópi, þannig að það algjörlega ástæðulaust að vera að ræða. Kallar þetta reynda flóttamenn? Já, það vegna þess að þegar fólk komið í þá stöðu að hafa leyfi til að vera hér í samfélaginu, þá eru þau flóttamenn og þá höfum við bara hreinlega skyldur sem við verðum að rísa undir. Varðandi fjármálulegan tilbúning Lárusar þá er bara mjög mikilvægt, já, hann tilbúningur að leiti. Stendur í ársreikningi. Já, en okkur horfum við bara öðrum megin á. Öðrum megin á, þið fáið endurgreitt frá ríkinu sem upp úr okkar vösum. Já, það upp úr þessu vösum, en ég hér að gegna, ég bara beita mig fyrir hagsmunum Garðbæinga í þessu. Við tökum á móti flóttamönnum. Eitt af því sem hefur haft áhrif á okkur að það uppbygging húsnæðis í Garðabæ. Þessi tala 300, hún 100 í dag. Auðvitað voru fleiri þegar Úkraínustríðið brast út og við vorum bara í mjög slæmu ástandi öll sem eitt í að glíma við þetta. En þetta það bil 100 manns í dag. Við höfum skyldu til þess að sinna þessu fólki og við reynum að gera það eins vel og við getum. Ríkisvaldið greiðir okkur fjármagn til þess að gera þetta úr ríkissjóði og þegar það skoðað þá sést að það ekki mikið aukalega sem að Garðabær leggur til þeirra mála. En ég vil bara leggja áherslu á. Við höfum skyldu til að sinna þessu góða fólki og sjálfsögðu gerum við það. Mér langar að spyrja einu viðbót. Hversu margar íbúðir eru í leigu í Garðabæ fyrir þennan fjölda? Þær eru ekki margar. Þau eru langflest bara á almennum leigumarkaði. Og mér langar líka bara að segja við þig, Lárus, og spyrja þig. Finnst þér bara almennt að ríki heims segja ekki að taka á móti flóttafólki frá stríðshrjáðum? Nú það snúður. Nei, þú færðir þetta inn í landsmálin, nú ætla ég að spyrja þig. Já, við viljum taka á móti þeim sem eru tilbúnir að koma hingað og leggja sitt á mörkum. Af hverju heldur þú að fólk? En við viljum ekki þá sem að leggjast á bótakerfum. Þetta eru mál sem við þurfum að taka fyrir á landsmálasviðinu. Við ætlum að fara hér í örstuttar auglýsingar. Herragarðurinn klæðir þig vel. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 og í öllum verslunum Bíkó. Bílrúður, bílrúðuskipti og bílrúðu viðgerðir. Við hjá Poulsen skiptum eða gerum við framrúðuna fyrir þig. Bókað tíma hjá poulsen.is. Þetta eru 2 farsímar, netið, ótrúlega mikið af sjónvarpsþáttum og barnaefni sko. Þú getur meira með símanum. Velkomin aftur í oddvita kappræður hér í Garðabæ. Við ætlum samt sem áður ekki bara að spyrja það sem að gerast nákvæmlega í Garðabæ vegna þess að það eru aðra kosningar sem eru boðaðar síðar í sumar það hvort það eigi að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið. Og kannski hefur þetta truflað eitthvað kosningabarátuna hjá okkur, ég veit það nú ekki, en þetta er þessi mál sem að varðar kjósendur ykkar vegna þess að ef allt gengur upp hjá utanríkisráðherra að þá bara verður Ísland komið inn í Evrópusambandið áður en að næsta kjörtímabili lýkur. Hafið þið eitthvað bæði hugleitt það hvernig þið viljið bregðast við mögulega breyttum aðstæðum en jafnframt og þá held ég að það sé rétt að þið gerir grein fyrir því gagnvart kjósendunum. Hvar standið þið í þessum væntanlegu kosningum og mögulega fleiri kosningum þar Kjartan Atli, þú vildi kannski byrja? Ég var nú í ágætum þætti spursmálum hjá Stefán Einari og þar fór ég bara yfir mína afstöðu í þessu máli. Hefur hún breyst? Hún ekki breyst og hún svo sama. Ég svona í grunninn efasemdamaður, það kemur að þessu. Ég var í stjórnmálafræði og nam alþjóðasamskipti sömuleiðis og svona ágætlega klára á svona út á hvað Evrópusambandið gengur og afstaða mín hefur svona þróast svolítið og mótast í gegnum árin eftir sem ég svona elst og fjölskyldan stækkað. Ég á því að sko það sem truflar mig, ef ég segi það bara og kem bara hreint út með það er að
ákvarðanatakan fjarlægist kjósendur. Og ég bara fylgjandi því, þess vegna ég hérna að bjóða mig fram á sveitarstjórnarstiginu að ákvarðanir séu teknar nálægt fólkinu, nálægt þeim sem hafa raunveruleg völd í samfélaginu. Þannig að það truflar mig gagnvart Evrópusambandinu. Það ýmislegt gott, Evrópusambandið er náttúrulega mjög flókið apparat. Eins og ég fór yfir hjá Stefáni, þá það neytendamálin, það þessi samstaða gagnvart eins og tæknirisum sem að starfa í þverþjóðlegu rými sem að ég held að sé mikill styrkleik í að vera þáttakandi í. En þegar kemur að þessum kosningum núna, þá ég nær í áinu og ég rauninni bara gaman að því, kannski í einhverju minnihluta. Ég gaman að því að lesa greinar eftir málsmyndandi aðila og hlusta á Gunnar Örlygsson sem var með ykkur í þjóðmálum, skrifaði skemmtilega status á Facebook og það sem hann svona sagði, hvað ef tækifærið þarna? Skuldum við okkur ekki á framtíðin að kíkja aðeins á þetta og þannig að ég nær í jáinu núna í 29. ágúst og ég segja bara, ég verða á jáinu þar en ég held að það sé mjög mikilvægt að við séum alltaf eins og ég sagði áðan, með veganesti frá FG, með gagnrýna hugsun að við líka hugsum á þetta, við erum að fara í samningaviðræður og þá þurfum við að vera svolítið klára því að okkar staða ef við semjum ekki við Evrópusambandið góð. Það þarf að vera þannig að nálgast þetta. Þú nefnir að andstaðan gegn tæknirisum sé eitthvað sem að skipti máli í þessu. Telur að tækifærin felist í Evrópu sem útilokar framfarir í tækni? Nei, alls ekki. Ég held að þetta snúist meira bara vend neytenda, þú veist, eins og við sjáum eins og Roam Like Home, þar sem við getum notað símann þvert á landamæri. Þetta snýr líka bara að svona hvar þjóðfélagsleg umræða hún á torgum tæknirisana og bara svona hvernig við stöndum vörðum lýðræði í þeim efnum en ég á því að það sé mikilvægt að mögulega fá eitthvað af þessu eða megna þessu gegnum EES-samningin. Hlynur, Framsóknarflokkurinn hefur verið skýr, þetta jafnskýrt í Garðabæjar arminum? Já, það jafnskýrt, ég hefur ekki hlýttur þessu. En þú spurði Kjartan alltaf hvort hann hefði breytt skoðun, það kannski ágætt, þá ekkert að vera að saka hann það, heldur þegar maður horfir til dæmis á og rifjar upp gamla þætti eða gamla skoðanir á stjórnmálaflokki, það voru á óvinastöðu ykkar fyrir nokkrum mánuðum, þá voru leiðtogar spurðir, það höfðu eiginlega allir við borðið einhvern veginn átt einhverja sögum að var ég meira fylgjandi þannig að fólk virðist vera mjög flakkandi. Það sem að Evrópusambandið hefur fyrir flest fólk þegar horfir á það er mjög skiljanlegt. Okay? Það að þessi vaxtamál, þegar horfir í ef þér lofa því, þarna förumandi sem alls ekki ljóst, alls ekki víst að vera, það skilum að það fólk geti hort á það að fara úr 8,5% vöxtum og húsnæðislánin sinni niður í, hvað það Evrusæði núna, 2, Hefur þú trúað því að við myndum gera það? Nei, ekkert endilega, nei. Ég hef ekkert endilega trúað, þess vegna ég skil þá umræðu, að fólki finnist þetta mikil sunnist. En síðan líka horfum við að það töluvert minna atvinnuleysi hér heldur en á Evrópusambandssvæðinu og kannski það er þrjár þjóðir sem hafa það hvað best eru þarna fyrir utan. Þannig að, en eitt gott, finnst mér, og það ég vil ekki fara þetta inn, en alveg mér að meinulausu megum við taka þessar aðildarviðræður og sjá hvað kemur þessu samningum. Og kannski eitthvað þannig að algoritmi minni svolítið að færa mig, rosalega anti þannig ég að færa alltaf meira og meira þar en líka, það verður líka gott að loka þessu umræðu. Ég búin að vera að heyra þetta síðan á lítið strákur, ESB inn eða út eða... Hvernig hefst þú lokað nýtt 29. ágúst? Ég ekki alveg búin að ákveða mig, viss, en ég vil ekki fara inn í Evrópusambandið. En hvort ég heyri bara til þér og fleirum að þetta sé alveg galið að fara líka í þessar viðræður. En fyrir mér, ef ég ekki fengið að sjá eitthvað samning sem að samið hann hljómar óslega vel, það hljómar allt í lagi í eyrunum, þannig að ég ekki alveg búin að gera upp með það, en ég vil ekki fara inn í Evrópusambandið þessu núna. Hefur einhvern tíma séð einhvern aðildarsamning? Nei, reyndar ekki. Jú, maður reyndar sé heyrt af okkurum bara það var eitthvað viðtal við einhverja í Brussel eftir að var að tala að það væri mjög lítið undanþágur, allt það, en það eiginlega eins ég. Hefur þú séð aðildarsamning? Aldrei. Ekki? Guðlaugur. Já, kosningarnar 29. ágúst, finnst mér, gagnvart íbúum Garðabæjar, finnst mér eiginlega bara að segja eitt, að þegar Viðreisn segist að gera eitthvað, að þá gerum við það. Og það sem skiptir þá íbúa Garðabæjar öllu máli að Viðreisn og Garðabæjar höfum sett 3 mál á oddinn. Viðreisn sagðist ekki ætla að lækka skatta í kosningabaráttunni 24. Já, en nú erum við að tala um Garðabæ. Það sem ég er að segja, það sem skiptir málið fyrir íbúa Garðabæjar að við erum með 3 áherslumál. Þar viljum setja grunnskólana aftur í forystu.
við viljum blómga menningarlíf og almenningsrými bæjarins, við viljum taka til í rekstri bæjarins með að fækka nefndum, við viljum fara í mannauðsmál og mannauðsmál bæjarins. Evrópusambandsmálin? Já, býttu, ég að segja, þú veist, og þingflokkur Viðreisnar fór af stað með þetta sem áherslumál og það fer núna og fólk fær það. Ég að segja, ef við myndum meirihluta, þá þetta 3 mál sem skipta öllu máli, það grunnskólar í forystu. Já, við förum yfir það ekki. Já, og þetta skiptir öllu máli, þannig að þessi atkvæðagreiðsla í sumar, það sem skiptir öllu máli fyrir Garðbæinga var að Viðreisn sagðist ætla að gera þetta, það kemur til framkvæmda, fólk fær svo, bara blessunulega, þjóðin að taka afstöðu. Ég ætla að segja já, við aðildarviðræðunum. Ég veit ekki hvað ég mun svo segja við samningum. Það ætla ég aldrei. Viðreisn var stofnaður til þess að ganga í Evrópusambandið og þú hefur ekki hugmynd? Jú, ég ætla að segja já við aðildarviðræðurnar. Nei, til þess að ganga inn. Ertu ekki ákveðin í því? Þú ert búin að vera í Viðreisn allan þennan tíma og þú veist ekki hvort þú vilt ganga í Evrópusambandið. Það vegna þess að ég ekki búin að sjá samningin. Það skiptir öllu máli hvernig samningu við ætlum að fá. En nú formaðurinn sannfærður og hún segir ég vil að Ísland gangi. Já, ég vil nú ekki tala þú veist, hver hennar sannfæring að henni fjárstættri. Sannfæring mín svo. Þetta stefnusgráð flokksins. Já. En þú varst að spyrja mig afstöðu. Ég að segja ykkur. Ég ætla að segja já við aðildarviðræðurnar vegna þess að ég vil að við förum til aðildarviðræðna. Samningurum verður svo til fyrir okkur öll borin. Og ég ætla ekki að segja já við honum því hann liggur ekki fyrir. Við verðum reyndar að ræða formanniðinn sérstöðan því að hann neitar að koma hingað. Almar Guðmundsson, afstæða þín á hreinu? Já, ástæða mín hreinu og ég ætla að svara spurningunni, ég ætla að veifa stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins hérna en spurningin Evrópusambandið og þá skulum við svara því. Ég ansnúin því að fara í þessa vegferð. Þannig að það nú bara þannig, ég ætla ekki að orðlengja það frekar. Mér finnst það ekki gott að við séum núna þegar þetta nálgast ennþá að diskutera nákvæmlega hvað spurningin snýst. Það því miður einkennist þetta mál mjög mikið af því að það eru óljósi hlutir þarna, verið að tengja í viðræður sem voru fyrir, í rauninni öldum síðan. Þetta er einhver ár, þetta áratugur rúmlega, en aðstæður á Íslandi nú og þá eru gjörbreyttar. Við vorum að jafna okkur á stóru efnahagshruni þegar að síðustu viðræður eiga sér stað, þannig að mér finnst vera rosalega tómur tónn í því að menn geti bara sagt þetta bara á sama stað og það var þegar við vorum í þessu. Þannig að ég vil að þetta skýrist. Við segjum nei við þessu og ég geri það. Ég hef samt smá áhyggjur af einu. Afmælisnefnd Garðabæjar 50 ára, tók frá þennan dag, 29. ágúst, í allsherjar hátíð okkar Garðbæinga. Þannig ég kann auðvitað utanríkisráðherranum enga þakki fyrir það að vera að trufla það partí, en ég veit að Garðbæinga verða með hugan við það en ekki kosningarnar. Lárus. Við í miðflokknum segjum auðvitað bara nei við öllu þessu. Og ástæðan einföld. Hagvöxtur í Þýskalandi í lægstu lægðum og Þýskaland stærsta aðildarríki, það ekki rétt hjá mér. Hagvöxtur í lægstu lægðum hér? Ég ekki komin að því. Atvinnuleysi í hæstu hæðum. Og það að aukast hér? Þú ert að svara því sem ég að fara að segja. Og málið á Íslandi 11.500 manns á atvinnuleysis skrá. Og þar af eru 6.500 erlendir íbúar. Og þeir þurfi ekki að vera á Íslandi til þess að fá bæturnar. Og það fyrsti skandallinn, og þeir eru miklu hærra hlutfall heldur en Íslendingar. Hér hagvöxtur á stöðugri niðurleið, verðbólga á fljúgandi siglingu og ég get lofa ykkur því, lífeyrismálin í Þýskaland og Belgíu, ég á góða viniðar sem að þiggja lífeyri og þau eru hjón og þau fá sitt 130 skallin á mánuði eða rétt 1000 evrur. Og það fólk sem búið að lifa allast sína, vil ég segja, hunds- og kattatíð, það lepur dauðan úr skel í dag. Því segjum við nei. Þorbjörg, ertu öndurum með við Lárus í þessu eins og öllu öðru? Já, við bara sem dæmi þá held ég að orðraða miðflokksins innflytjendur hjálpuðum ekki að finna vinnu og minnki ekki fordóma gagnvart þeim. En allavega þá, varandi ESB, málið að Garðabæjarlistinn óháður flokkur. Þannig að við erum ekki tengd landspólitíkinni og
og það eru mjög skiptar skoðanir innan listans það Evrópusambandsmál þóttu við þetta ræðum þetta okkur á milli. En hver þín skoðun? Mín skoðun ég Evrópusinni og ég mun segja já í ágúst. Ég hef búið í Evrópusambandslöndum af því mjög góða reynslu, bæði í Danmörku og í Hollandi. Og já, þannig að ég vil fara í þessa viðræður. Þetta skýrt. Þá ætlum við að fara að hleypa þeim loksins að frambjóðendunum með sína spurningar. Já, við verðum að draga okkur í hlið. Já, það held ég. Almar, við ætlum að byrja þér. Fá þig til þess að varpa spurningu á einn mótframbjóðendaðinn og það eru spurningar eigin vali. Já, mig langar að spyrja Kjartan Atla, oddvita Samfylkingarinnar, hvað honum finnist breytingar á samsköttun hjóna í tekjuskatti og þá svona áherslu Samfylkingarinnar niður á þingi í því að það skipti máli hvar fólk býr í því samhengi. Það komi fram þingskjöl þar sem það kom fram réttilega að barnafólki í Garðabæ þetta bitnar meira á þeim heldur en flestum öðrum. Hver er þín afstaða til samsköttunar sem núna farin í gegn því miður? Já, ef ég kem alveg hreint með það, ég ekki mikið inn í þessum málum en við stöndum bara vörðum barnafjölskyldur og ég skoða þetta mál svo ég sé alveg hreint með það, ég bara ekki inn í þessu. Kjartan, þá vörpum við boltanum yfir til þín. Þetta er svokallega stoðsendingar. Já, ég spyr Almar á móti. Það er svona túlkunargleði þegar kemur ársreikningunum og búið að tala mikið þessar einskiptistekjur. Rekstur Garðabæjar ekki sjálfbær ef við tökum einskiptistekjurnar út? Sko, þú leggur náttúrulega fram mjög afmarkaða spurningu. Ég held að þetta sé miklu víðtækara sem við þurfum að taka tillit til. Það eru einskiptiskostnaðir sem fylgir vaxandi sveitarfélagi líka. En grunnrekstur sveitarfélagsins sterkur, við sjáum það bara á því sjóðstreymi sem myndast í rekstrinum og varðandi einskiptistekjurnar þá eru þetta aðalatriði að við erum að nýta þessa fjármuni í að byggja samfélagið okkur upp. Þetta fer í fjárfestingar í samfélaginu. En við þurfum að gæta að grunnrekstrinum, við erum öll í því og Garðabær er ekkert eina sveitarfélagið sem þannig er ástattum. En er hann ekki sjálfbær ef við tökum það út? Jú, ég held að Garðabær sé fyllilega sjálfbær fjárhagslega og það sýna nú bara okkar skuldabréfa útboð á markaði þar sem við njótum kjara sem eru betri en flestra annarra sveitarfélaga. Hlynur, þú koma með spurningu til einhvers? Já, ég er nokkuð léttur. Ég ætla bara að spyrja Lalla. Nei. Þú ættir ekki vona því. Þið er ekki að láta Almar fá alla spurningar. Jú, takk. Þér var legið að hálsi eitt skipti fyrir að það var gleymt svona útkörunum í einum íbúafundi. En þannig ég ætla bara að koma með stóðsendingu til þín. Verandi búsettur á Álftanesi, þá upplifir fólk það greinilega í pottinum og svona það sé ekki minn og eitthvað verra þjónustu. Framkvæmdina taki lengri tíma, þeir vilja fá betri hjólreiðastíga sem ég fullu sammála framkvæmdina fyrir utan íþrótta það teki alltaf langa tíma sem mann við bent á hinn á þessa núansa. Spurningarna með heldur ekki taka langa tíma? Það er ekki heldur, en ég er svolítið búin ég var nú svo kurteisest í þannig í byrjun, Stefán. Ég má nú aðeins vera frekar til orðsins núna. Og ég er svolítið sammála þessu og sama heyrir maður upp í Urriðaholti, það finnst vera aðeins eftir á. Og ég vil fara í þessar betrumbætur, fullt af, en hvernig myndir þú leysa þetta sem að þessi hverfi, Álftanes og Urriðaholt, hvernig myndir þú leysa eftir kosningar ef þú fengir bara frítt spil? Ég myndi byrja á því að tengja þau betur við innbæinn. Það er bara svolítið og allir sem ég hef talað við, Álftanesi og Urriðaholtinu eru sammála það að það er ekki nógu sterkar tengingar. Og ég nefndi þarna almenningsvagnana. Fólk hefur sagt við mig ekki nóga tíða ferðir. Vagnandir eru ekki... Þetta ekki að tala svolítið á móti almenningssamgöngum í einu orði og svo... Nei. Í þessu tilfelli erum við að tala innabæjar þjónustuna. Og ég vil að Garðabær þjónusti þessi útkverfi betur. Ég tók að fram líka, ég ekkert á móti almenningssamgöngum svo lengi sem þau þrengi ekki að fjölskyldubílum. Það er gott að auka með tíðnina sem að þó hefur verið gerð og gera það gjaldfrjálst, já. Og það er góð fjárfesting bæði fyrir Álftanes og fyrir Urriðaholti. Lárus, boltinn hjá þér? Já, með hvað? Spurningu. Já. Herru, ég er auðvitað með á mína vinstri hönd, Almar. Og ég vil spyrja þig beint, að því að við fórum og ræddum þessi umtöluðu Arnar mál og íbúðabygginguna þar. Og við komum frá verktökunum með það að þeirra væri tilbúin að fjölga minni íbúðum fyrir unga fólki og eldra fólki. Og þetta er frá fyrstu hendi. Og auki, sem ég glemdi að nefna áðan, þá er þeir tilbúinir að lækka þó að sé ekki á kostnað fermetraversi.
Og því spyr ég Almar, mundir þú taka vel í það að fjölga íbúðum fyrir unga fólki, smærri íbúðum og fjölga fyrir eldra fólki sem vil minnka við sig ef að verktakarnir eru tilbúin að gera sem segjast að það gera? Já, ég byrja bara á að svara því varandi eldra fólki að því í Arnarlandi er gert ráð fyrir að það verði þarna einhverju tugir, mér minni þessi allavega 40 íbúðir sem eru búnar þá sérstaklega svona velferðartækni búnaði til þess að auðvitað hjálpa þeim sem eldri eru. Þannig að byrjum á því. Sko, varðandi Arnarland, ég tel mjög mikilvægt að við höfum ekki fleira fólk en þarna þannig eins og ber fram spurninguna, ef þeim fækkar, ef þær minnka íbúðirnar, að þá vil ég að byggingamagnið minnki samsvarandi, já, þá gætu hæðirna lækkað. Við erum ekki tilbúin í að fara í það verkefni að byggingamagnið verði óbreytt og að íbúðunum fjölgi. Það leiðir að sér umferðarmál. Nei, ég tók fram að hæðirnar eru að lækka. Já, algjörlega, þú tókst þetta fram, en ég vil líka að komi hérna fram að við erum auðvitað sjálfsögðu í samstarfi við svona uppbyggingaraðila og nákvæmlega þessi sjónarmið sem Lárus leggur hér á borð hafi ekki komið formlega inn á borð bæjarins sem svo það komið fram. En Arnarlandið eins og það er núna mun lágrekstara og minna byggingamagn en var þegar við hófum það verkefni. Já, lækka kannski 9 hæðir niður í 7. Þorbjörg, vilt þú spyrja? Já, mér langar til þess að spyrja Almar. Nú fórum við í kjörtímabilinu svona frekar samhent í raun og veru öll bæjarstjórn í gegnum breytingar á leikskólaumhverfinu. Þar sem að við meðal annars í raun og veru skertum vistunatíma, hámarksvistunatíma barna. Þegar við fórum í gegnum það í bæjarstjórninni þá lét Garðabæjarlistinn bæta við að það þyrfti að vera skýr farvegur fyrir fólk sem að gæti ekki mætt þessum skerðingum á vistunatíma sem að auðvitað voru bara hluti miklu stærri breytinga. Og mér finnst einhvern veginn eins og það hafi ekki alveg gengið eftir og ég velti fyrir mér hvort að Sjálfstæðisflokkurinn í Garðabæ sé tilbúin til þess að skoða það að bæta við, sem sagt, að reyna að koma betur til móts við foreldra sem að hafa mögulega þurft á að minnka við sig vinnu, fólk sem hefur ekki bakland, fólk sem er í viðkvæmri stöðu hvað þetta varðar. Bara svona aðlaga vistunatíman eða finna leiðir til þess að mæta ólíkum þörfum foreldra og fólk sem er bara fullvinnandi á vinnumarkaði. Sko í fyrsta lagi hafa náttúrulega þessar breytingar gengið mjög vel og við erum búin að mæla það og þekkjum það auðvitað við okkar sem erum í bæjarstjórninni að þessi svara bæða starfsfólki og foreldrum á mjög jákvæðan hátt, en það er alltaf núansar. Ég er alveg tilbúin í þessa vinnu og við leggjum það inn í okkar stefnuskrá að það þarf auðvitað að aðlega þetta. Við þurfum samt að gæta okkar rekstralega, það er alveg ef við ætlum að svona auka vistunatíma þá þurfum við bara að velta því fyrir okkur hvernig gerum við það. Eigum við að gera það til dæmis á sömu gjaldtöku og við gerum fyrir 40 tímana sem að eiga að duga fyrir flesta. En að því að þú kemur svona úr félagslegu áttinni þá vil ég árétta það að við höfum auðvitað gætt þess sérstaklega og stjórnendur í leikskólum hafa auðvitað skýr fyrirmæli það að gæta að þeim sem minnst mega sín í samfélaginu þannig að þessar breytingar bitna ekki á fjölskyldum sem kannski eiga erfiðara með að mæta þeim heldur en aðrir. En við erum tilbúin í að skoða breytingar á opnunartímanum en það þarf að gera það svona í heildarsamhengi. Ég hef líka áhyggjur af jafnrétti kynjanna í þessu samhengi, en við tökum þetta. Já, við ættum kannski að tala þessi á milli 300 og 400 leikskólabörn sem hafa bæst við í Garðabæ. Garðabæ er eina sveitafélagið þar sem að leikskólabörnum hefur fjölgað jafn mikið og ég er ótrúlega stoltur af því að þessi börn komast snemma inn sem sýnir bara verkgleðina í okkur að við leysum málin sem koma á borðið. Guðlaugur. Það bara síðasta spurningin frá mér. Mér langaði að spyrja sessunauð minn. Við Hlynur erum búin að sitja saman á þessu kjörtímabili í skipulagsnefnd og svo í bæjarráði og bæjarstjórn þegar þú kemur þangað inn. Og fyrir 4 árum þá komst þú fram með kosningaloforð og þau voru bara nokkuð skýr og afgerandi. Og nú kemur þú fram öðru sinni í rauninni með svolítið endurnýjuð loforð. Svipuð mörguliti. Já. Margt nýtt samt. Þú ert búin að hafa svo mörg tækifæri á þessu kjörtímabili. Nei, það er ekki rétt. Þess að koma þessu á framfæri. Það er nefnilega ekki rétt. Býttu leiði mér að klára spurningur. Já, þannig að þú ert með í rauninni, af hverju ættu kjósendur að trúa því að núna ferði í sér mál vegna þess að ég er búin að setja við hliðina á þér og þú ert ekki búin að gera það. Ég hef gert það. Þú hefur ekki gert það, þú hefur ekki lagt fram tillögur um þetta mál. Þetta er frábært, ég er með grunn að þetta kæmi, þannig ég fór sömuleiðis og
og tjekka á þessu með því og það hefur verið sama þar og þú hefur eiginlega ekki komið fram með helmingin af því sem að þú baðst um. En já, þannig er þetta að vísa til þess að við svolítið rendum í ákveðnum basli, framsóknarmenn, allt í lagi. En það sem ég hef eins og að setja mig núna, vegna þessi mál sem við erum að tala og þetta á líka við Viðreisn og alla flokka, og oft finnst manni umræðan vera svolítið svona galgopileg. Það er verið að lofa hinn á þessu. Þess vegna hef ég sagt að við höfum sjálfsögðu komið með nokkra bókanir varðandi að hækka hvatapenninginn, við komum inn í skipulagsnefndina, þannig að við höfum ýmislegt gert. En þannig að fyrst ég sagði mitt fólk, ekki tala fyrir neina sem þú treystir þér ekki til að ýta áfram. Og það verður meirihluti sem verður væntanlega ekki meirihluti, hreinn meirihluti Framsóknar. Það verður ekki. Nei, þannig Þú ert vissum að það verði ekki? Ég held að það verði ekki 55%, en það sem fólk getur treyst á með mig, þú veist að nú er ég að leiða, það ég er að leiða og ég hef gert áður, skilurðu, það getur treyst í með mig að öll þau mál sem eru hér og ég brýna það fyrir fólki, þetta er að tala fyrir einhverju, það verður þú að vera tilbúin til þess eftir 4 ár, það verður það eitthvað eftir þig sem sýnir að þú ýtt þessu áfram. Og það getur verið að þú verður ekki sammála mér eða Kjartan eða Almar, en þá getum við alltaf farið með hreina samvisku, skilur við reyndum þó. Og ég veit alveg að þau verður ekki öll, en þá getum við sýnt sem að þú hefur svo líka klikkað á og við öll, og stjórnmálinn oft þar sem við erum að ýta eitthvað áfram. Við getum sýnt, þetta reyndum við. Þetta ýttist aðeins áfram. Gulli sagði þetta, ég sagði hitt, en við komumst að einhverju svona sameiginlegri. Þannig þú ert bara nokkuð sáttu við hvernig staðan, hvernig það er og þú vilt bara halda áfram núna? Sáttu við hvað, segirðu? Já, bara sáttu við hvernig kjörtímabilið fór hjá ykkur? Nei, ég er ekkert alveg litið sáttu við það. Það veist, ég er ekkert alveg litið sáttu við það. Nei, Þá liggur það fyrir. En þetta er spurningin hreinu samviskuna. Við ætlum núna að gefa ykkur tækifæri á 1 mínútu til að útskýra fyrir Garðbæingum af hverju þeir ættu að kjósa ykkur og treysta ykkur fyrir komandi kjörtímabili næstu 4 árum. Kjartan Atli, við byrjum á þér. Já, ég mun, og ég voru að spyrja hérna á hann hverjum getum unnið með og svo framvegis. Fyrir mig er samstarf okkar hér inni í 3 þáttum. Það er svona minnihluta, meirihluta, það er líka við þvert á pólitíska línur að halda hvort öðru á tánum og takast á hugmyndafræðina og svo er það í hagsmunavörslu fyrir Garðbæing og þar verður það að koma fram sem samvinnu rödd og ég skorast ekki undan því. Almar spurði mig um samsköttun hjóna sem ég kannski ekki nægilega skýr með en ef það þarf að ég þurfa að beita mér einhvers staðar þá mun ég gera það í þágu Garðbæinga og er algjörlega óhræddur við það. Garðabærinn er bær með mikil tækifæri. Við getum stemt áfram við í Samfylkingunni Garðabæ, viljum leggja áherslu á barnafjölskyldur, á eldri Garðbæinga. Við höfum ekki því miður ekki náð að komast nægilega djúpt í þau mál hér en við stöndum vörðum þau. Við erum svona hálfgerð grasróta samtök, mikið af nýju fólki sem er að koma fram í hagsmunagæslu fyrir Garðbæinga og Garðabæ og við munum bretta upp ermar og berjast fyrir Garðbæinga. Hlynur. Já, eru ekki hérna? Jú, kæru Garðbæingar. Fyrsta lagi vil ég biðja að þakka fyrir hversu vel mér og minni fjölskyldu eru tekið síðastliðin 10 ár í Garðabænum. Og núna þegar ég fór í þessa kosningabaráttu þá er ég ásamt öflugu fólki í Framsókn haft eins og svo ofta áður í Framsóknarflokknum áherslu á lýðheilsu og fjölskyldumál. Við höfum talað hátt fyrir hækkun hvatapeninga, við höfum talað fyrir að bregðast við brottfalli ungra krakka úr tómstundum, ekki bara í öllum tómstundum, þannig að þau getur fundið sér stað. Við höfum talað fyrir allra yngstu hópunum, íþróttanámskeiðum og svo virkni fyrir okkar elstu hópa. Ég tel mig þekkja taktinn í Garðabæ nokkuð vel eftir öll þessi ár. Ég hef stöðumanna vegna fengið þann heiður að vera með þessu fólki og öðrum valdhöfum, þeirra sem eru kannski á einhvern nátt aðeins hærra sett í samfélaginu. En ég hef líka varið miklum tíma starfsvíns vegna og úti í bænum með þeim sem minna heyrist í Garðabæ og þess að tel ég mig geta unnið með báðum. Ég skil vandræðin og ég skil áskoranir hversdagsins í fólkinu en ég skil líka eitthvað sem heitir verðmætasköpun og hvernig við ætlum að byggja undir þessa velferð. Þannig á laugardaginn að biðja ykkur kæru Garðbæingar stuðning. Guðlaugur, mínúta á þig. Takk fyrir. Kæru Garðbæingar, ég býð mig fram til þess að leiða lista Viðreisnar og vinna í þágu allra Garðbæinga. Áherslumál Viðreisnar í þessum kosningum eru einföld. Við viljum fara í kröftugar aðgerðir fyrir börn og barnafjölskyldur og þau birtast þannig að við viljum sjá grunnskólan okkar fara aftur í forystu.
Við sjáum einhvern veginn svona grunnskólan okkar ekki kannski endilega tæra steinin, ég vil ekki segja það, en það er að kvarnast úr forystuhlutverkinu okkar og við viljum sækja þarna fram. Við ætlum að gera það með starfsfólkinu og við ætlum að gera það með öðrum þjónustum í kring og það snýr þá að því til dæmis með frístund, sumarfrístund og víkka út hvatapeningan okkar og annað slíkt. Því við þurfum að búa til samfélagi kring skólasamfélagi og við þurfum að foreldrar, börn og kennarar séu allir stolt og spennt fyrir skólasamfélaginu okkar. Og það gerum við með mannauðsmálum. Ég ætla að segja ykkur bara, 14 milljarðar, 1000 starfsmenn, engin starfsmannastjóri. Garðabær, engin mannauðsstjóri yfir 1000 manns í Garðabæ sem kostar 14 milljarða. Mínúta. Og þetta er bara eitthvað sem þarf að fara að laga í Garðabæ. Þorbjörg. Já, Garðabælistinn er óháður flokkur með skýrt erindi. Við viljum að allt fólk fái tækifæri til þess að tilheyra Garðabæ. Við höfum verið stærsti minnihluta á kjörtímabilinu með 2 bæjarfulltrúa og við höfum svo sannarlega ekki látið okkar eftir liggja. Við höfum lagt fram fjölda tillagna og ýtt á eftir okkar málum og þess vegna geta Garðabæjar treyst því að við göngum til verka sama hvernig útkoman verður hér á laugardaginn. En við óskum eftir umboði bæjarbúa til þess að ganga í verkin og til þess að gera Garðabæ að betri bæ fyrir okkur öll. Lárus. Takk. Kæru Garðabæingar, við í Miðflokknum, við viljum gera fullt af hlutum. En við viljum ekki lofa upp í ermina á okkur. Við erum búin að hlusta hérna á hækkun hvatapeninga, frítt í strætó, fríbís og ýmislegt annað, lækkun leikskólagjalda, setja þak á það. Þetta eru kosningabeitur eins og ég kalla það. Og við erum að fara að gera þetta öðruvísi, við ætlum að skoða bæjarsjóð, við ætlum að sjá hver staðan er og taka ábyrgar ákvarðanir og okkar stefnumál eru skýr. Engin borgarlína, burt með hana, sóun og skattfé, skóla með aðgreiningu. Við teljum það bráðnauðsynlegt eftir að hafa talað við kennara og hversu erfitt er að fá inn í bekkina, þá sem tala ekki málið, skilja takmarkað og hindra svona eðlilegt flæði í bekknum. Við munum styðja við íþróttamál í bænum, við erum hérna og það er mínútur, Lárus. Já. Og síðan viljum við bara það að við séum einheild sem muni berjast fyrir bæinn. Ég hef alltaf barist inn á vellinum. Takk fyrir. Almar, gjörðu svo vel. Já, kæru Garðabæingar, þessar kosningar eins og alltaf snúast hverjum þið treystið. Við höfum á kjörtímabilinu risið undir traustinu, við höfum byggt bæinn upp, við höfum náð árangri, grunnskólarnir okkar eru í forystu, við getum skoðað lesfimumælingar, við getum skoðað hvernig við styðjum við börnin. Ég er gríðarlega stoltur af því fagfólki sem starfar og stýrir skólum vegna þess að okkur gengur vel. Ég held að það sé mjög mikilvægt að íbúar Garðabæjar átti sig á því að við ætlum ekkert að slaka á klónni þegar kemur að þjónustu við bæjarbúa sem mælist svo hæsta á Íslandi og að sjálfsögðu viljum við halda því áfram. Hér eru nefnd hverfin okkar, Álftanes, vissulega eru framkvæmdir þar, við erum svolítið framkvæmdaglöð en þeim er að ljúka og við höfum svo sannarlega byggt upp skólaumhverfið þar, lóðir og fleira og við höfum líka farið í metnaðarfullt mál sem varðar hreinsun strandlengjunar á Álftanesi. En umfram allt þá snúast svona kosningar fólk, eldra fólkið, við ætlum að halda áfram gagnvart þeim. Ég er hér oddviti stærsta stjórnmálaflokksins í Garðabæ. Ég fer fyrir samhendi sveit og ég heiti því að við munum rísa undir traustinu áfram. Í því felst að vinna vel með ykkur öllum hér og auðvitað íbúunum öllum. Við skulum vona að fjárhagsáætlanagerðin í Garðabæ verði ekki með sama móti og var hér í lokaorðum þar segja að það verði mikil framúrkeyrsla í þeim efnum. Þorbjörg, Lárus, Almar, Guðlaugur, Hlynur, Kjartan, þakka ykkur kærlega fyrir gott og upplýsandi samtal. 5 dagar til kosninga Andrés. Dróttum dýr, hvað eru margar oddvitakappræður eftir? Það eru mjög margar, en við munum starta vaktina hér. Við þökkum ykkur áhorfendur góður fyrir samveruna hér og samtalið, en fylgist endilega með fleiri sveitafélögum sem verða hér á boðstólum. Ekki minnastuð þá en nú. Verið sæl.